fundarstjóri og ágætu fundarmenn. Það freistandi að grípa bara þráðinn frá Róbert og halda áfram af því að ég var svo innblásinn af bæði lokaorðunum og líka þessari frábæru hugmyndum að sameina Matís og Háskóla Íslands sem að ég miklu hrifnar af gruna mig heldur en Sveinn en við tökum það bara í kaffihlíðinu. En mér falið hér hlutverk og það að fjalla verkefni sem að unnið var innan þessa átaks sem að hér að ljúka og það var kortlagning á lífauðlindum Norðurlanda og meðferð þeirra. Nú bý ég að því að ráðherrann fór yfir skilgreiningar á lífhagkerfinu þannig að ég get hoppað létt yfir það. En hér nú samt mynd af því sem að líka í bæklingunum sem eru á borðunum sem að sýnir hvernig samsetning þess hvaða grunnstoðir eru undir því, hver nýtingin frumnýtingin og ég get sagt ykkur það strax að kortlagning okkar fólst fyrst og fremst í þessari frumnýtingu í ljósi þess að lífauðlindirnar eru í eðlinu grunnatvinnuvegir, þar að segja að önnur atvinnustarfsemi byggir á grundvelli þeirra hráefna sem að lífauðlindirnar skapa, að þá raunverulega fótspor þeirra eða áhrifin í hagkerfið töluvert mikið stærri heldur en það sem við mælum, má ætla að það sé á bilinu 2 til 2,5 sinni. En vegna þess að ofan á frumnýtinguna kemur síðan alls konar úrvinnsla og það kannski það sem að við erum að hugsa hvernig náum við með besta mögulegum hætti auðvitað að nýta þessar auðlindir með sjálfbærum hætti til lengri tíma, fullnýta þær, það hefur margoft komið hér fram og skapa úr þeim mestu mögulegu verðmæti. Hvað einkennir lífauðlindir Norðurlanda? Jú, þær eru umfangsmiklar. Það að segja að Norðurlöndin eru að því leyti sérstök og það má kannski taka þau öll, jafnvel þó að Danmörk heyri ekki undir það að þau eru strjálbýl, þar að segja að þetta eru umfangsmikil stór landsvæði til þess að gera fámennum þjóðum og þar af leiðandi mjög mikið af villtri náttúru, sérstaklega á þetta við skógana í Skandinavíu og síðan hafsvæði bæði hér í Noregi og á Grænlandi og svo auðvitað landbúnaðarlandið í Danmörku. Í öðru lagi það mjög umfangsmikil matvælaframleiðsla. Öll löndin eru með mjög umfangsmikla matvælaframleiðslu og einhvern útflutning á matvælum og síðan mjög mikla skógrækt. Og þessu sjáum við stað í umfangi frumframleiðslu lífhagkerfisins í þessum hagkerfum. Við sjáum þarna hlutfall lífhagkerfisins af vergri landsframleiðslu á öllum Norðurlöndunum. Við sjáum í sjálfu sér það að Ísland þarna auðvitað í algjörri sérstöðu með 7% af landsframleiðslu en í öllum löndunum þetta verulegur hluti. Frumframleiðsla yfirleitt ekki svona stór hluti af hagkerfunum. Minnstur hann í Svíþjóð. Þær eru hins vegar mjög ólíkar þessar auðlindir og hér eru kökurit úr skýrslunni. Nú veit ég ekki hvort þetta sést almennilega en blái hlutinn sá ljósblái landbúnaður, sá dökkblái skógrækt, sá guli sjávarútvegur. Við sjáum þarna hvernig sjávarútvegur kemur sem gríðarlega, eða framleiðsla fisks kemur sem gríðarlega umfangsmikill hluti lífauðlinda margra Norðurlandanna og skógrækt í Svíþjóð og Finnlandi. Það sem mikilvægt að átta að sjá, þegar að þessi framleiðsla, þessi nýting lífrænna eða lífauðlinda eins umfangsmikil og eins mikilvæg eins og hún á Norðurlöndum, að þá skapar það líka þrýsting á skynsamlega nýtingu. Og Norðurlöndin hafa á margan hátt verið leiðandi í að skapa hvata til sjálfbæra nýtingar í gegnum regluverk, í gegnum stofnanastrúktúr, í gegnum kerfin sem notuð eru til þess að stýra nýtingunni.
Og í þessari kortlagningu kom í ljós að langsamlega stærstur hluti allra lífauðlinda Norðurlanda hefur einhvers konar sjálfbærni viðmið. Það er að segja að nýtingar umgjörðin, henni er ætlað að tryggja langtíma hagsmuni samfélagsins. Það sem við sjáum er þá svona rauðir þræðir eins og vernd. Ef við lítum hér í kringum okkur þá er alveg ljóst að hvað varðar til dæmis vernd fiskistofna að þá hafa bæði Norðmenn, Íslendingar, Danir verið mjög framarlega í því efni. Sjálfbærni nýtingar auðlinda almennt, reglur til dæmis nýtingu skóga í Skandinavíu, veiðar og svo framvegis. Og eins og ég segi þetta með langtíma hagsmuni samfélagsins á síðari árum ennþá frekar áhersla á að draga úr vistspori. Og mig langar svolítið til að gera þetta umræðuefni. Þetta verður eiginlega margkomið fram, þetta kom fram hjá Björt hér áðan, en kom líka fram hjá Róbert í hans tölu. Og það er að regluverk sem að virkar hamlandi á iðnaðinn getur á endanum skapað grundvöll fyrir aukna verðmætasköpun og það er sérstaklega reglur meðferð á úrgangi. Norðurlöndin hafa síðan verið flink í því að nota blandaðar lausnir, blöndu af reglum, hvötum og kerfum sem skapa sambærilega hvata fyrir nýtingaraðilann og samfélagið og óskir samfélagsins standa til. Og það er sérstaklega kannski þetta sem að mig langar til þess að gera aðeins umræðuefni með að taka dæmi. Nú bar ég mig auðvitað ekki saman við aðra fyrirlesara hérna og ég vona að fólk einfaldlega sýni mér þolinmæði en dæmið er úr íslenskum sjávarútvegi. Og það snýst í mínum huga samspil reglna, hvata, rannsókna á vistspori og hvernig það leiðir af sér verðmætasköpun. Og ef við tökum hérna raunverulega bara þráðinn upp frá Róbert áðan og gömlu bátarnir og við skoðum hérna hvernig er fiskur samsettur, hversu stór hluti af honum er það sem að raunverulega við sækjumst eftir eða höfum aldir sóst eftir að sækja. Jú, það er flakið. Það er kannski einhvers staðar á bilinu 35–40% af því sem kemur upp úr sjónum. Síðan eru þetta lifrin verðmæt. Eftir því hvenær ársins það er og hvaða fisktegund það er, þá gæti hún kannski verið 5–10%. Hvað verður restina? Og eins og Róbert lýsti hér áðan, já, þá endaði það nú meira og minna bara einhvers staðar. Kannski í bræðslu ef að vel var, kannski einfaldlega bara í sjónum. Svo er það ekki bara það, heldur líka að verðmæti þess hluta sem við höfum alltaf getað selt, það er að segja flaksins, fer síðan eftir meðferðinni á fisknum. Og það er önnur svona vídd sem að raunverulega sást líka á myndunum sem Róbert sýndi áðan. Hvernig meðferðin var á afla hér áður fyrr og hvaða verðmæti var hægt að skapa á aflanum þess vegna. Og þessar myndir eru nú góðfúslega fengnar að láni hjá Þór Sigfússyni að verulegu leyti hjá sjávarklasanum, en eru þær ágætar og sýna einfaldlega bara svona típiskan íslenskan 4 kílóa þorsk. Og hvað við raunverulega höfum gert úr honum og hvað það hefur skapað. Við höfum til langs tíma hirt flökin eða allavega selt ætahlutan og lifrina. Áratugum saman var barist fyrir því að bæta meðferð afla. En það er raunverulega ekki, ég tek undir með Róbert, það er raunverulega ekki fyrir en kvótakerfinu er komið á að hvati útgerðana verður til þess að hámarka virði þess sem dregið upp úr sjó. Það er að segja að það skapast hvati inn í fyrirtækjunum til að stefna því að gera eins vel úr hráefninu eins og mögulegt er. Og þarna eru myndir af þorski sem annars vegar á að vera ferskur, þetta er úr bæklingi frá rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins sem rann inn í Matís á sín tíma gæði afla, hún var svolítið gömul af því að þetta er frá eitthvað sem ég notaði í doktorsritgerðinni minni, en efsti á að vera ferskur, hann gætu við kannski fengið $10 fyrir á erlendum mörkuðum.
Sá næsti, hann búinn að standa í viku. Hvað hægt að gera við hann? Nákvæmlega hvers konar vinnslu hægt að nota nýja, hann fer valla ferskur á franska markaði. Og sá neðsti, hann búinn að vera á ís í 3 vikur og ég myndi ekki einu sinni gefa kettinum hann ef ég ætti kött, nema mér væri alveg sérstaklega illa við köttin. Í hvað fer hann? Kannski í besta falli skreið, sem kannski hugsanlega hægt að losna við, sem að neytandinn verður alveg örugglega ekki ánægður með þegar hann fær vöruna. Þarna ein vídd sem að raunverulega ég held að við höfum fyrst farið að ná stórstígum árangri með þegar að hvati skapaðist inn í fyrirtækjunum sjálfu til þess að gera betur úr hráefninu. En ok, $10 fyrir besta fiskinn. Það útgangspunkturinn. En þetta ekki nema helmingurinn af því sem við drógum upp úr sjó. Hvað gerum við restina? Og þá hefst raunverulega, og þetta held ég líka að sé þá samspil hvatana sem kvótakerfi skapaði og regluverksins og rannsókna, bæði inn í fyrirtækjunum, rannsókna á nýsköpunar en líka í samstarfi við aðila eins og Matís, að skapa eitthvað úr restinni, að gera betur úr flökunum, að þurrka hausana og selja þá, að þeir séu þá af bestu mögulegu gæðum. Annað, þegar að hvatinn skapast til þess að hámarka virði aflans, þá gerist það líka að sóknarmynstri breytist. Bæði það að sá afli sem að koma að landi betra en hann var að jafnaði, hann líka að koma allt árið. Við það verður til jafnt flæði af hráefni sem getur orðið forsenda fyrir nýsköpun á svo mörgum sviðum. Og þetta virkar kannski ekki mikið, en þarna getum við kannski verið að sækja 50% ofan á það sem við vorum að búa til áður. Og þarna endar þetta auðvitað ekki neitt. Við getum farið svo miklu lengra og við eigum dæmi sem að sýna að við getum farið svo miklu lengra. Ég var búinn að nefna hausana, það auðvitað hægt að gera mjöl og þetta þekkjum við. En síðan það til dæmis eins og þessi vara hér, niðursoðin lifur, hefur einhver smakkað þetta? Foie gras Íslands. Ótrúlega góð vara. Þetta lifur í lýsi, það hljómar ekki mjög vel. Opnir í dósina og borðar hennar strax, þá finnur ekki minnsta lýsisbragð. Og það vegna þess að það kemur við oxun á olíunni, á þess að ég sinni þetta fræðingur. Geymir hann í sólarhring, það verður nóætt. En fersk, alveg frábær vara. Hvaða kröfur þarf að gera til flæðis af hráefni til þess að sé hægt að búa þessa vöru til? Jú, það þarf að vera hágæða og það þarf að vera jafnt. En síðan það meir en það. Að olían fari frekar í heilsuvörur, lýsið fari frekar í heilsuvörur heldur en í iðnaðarframleiðslu eða laxeldi. Allskyns afurðir, roðið í skinnframleiðslu, hrognin í túpur, ýmsar aðrar vörur sem hægt að skapa úr þróun, og hér nefni ég nú vísu ekki vörurnar sem Róbert var með á hann, en þetta auðvitað þorskur og ekki rækja, svo að það eðlilegt að þær kom ekki þarna fram, sem hafa komið út úr samstarfi og nýsköpun iðnaðarins og háskólana, Matís og annarra stofnana. Að við nýtum hráefnið til fulls. Það sem áður var sorp verði að verðmætri vöru. Og eins og ég segi, þetta krefst þess að hvatinn sé til staðar inn í fyrirtækjunum til að nýta tækifæri, til að jafna flæði vörunar, til að skapa grundvöll fyrir fullnýtingu, að reglurnar hjálpi til við að ýta undir að þetta eigi sér stað og að það sé vilji, áhugi og fjármagn til að setja inn í rannsóknir og nýsköpun sem þarf til þess að búa til verðmæta vöru úr úrgangi. Þannig að það sem við höfum séð nákvæmlega í sjávarútveginum, og ég held að við getum séð og við getum stöðlað að í mjög mörgum greinum, að við getum aukið verðmætasköpunina án þess að ganga á auðlindina. Árið 1984 þá sóttum við 400.000 tonn af þorski í hafið. Það skapaði að núvirði minni verðmæti en þau 250.000 tonn sem við sóttum í fyrra. Það að segja, við sköpuðum meira úr helmingi minna. Og þetta gerum við með
svona fullnýtingu á eiginleikum og magni þess sem við drögum upp úr sjó. Á sama tíma höfum verið að minnka vistsporið og ég held að það sé þessi samsetning skynsamlegra reglna, markmið þeirra auðvitað að stuðla að sjálfbærri þróun, stuðla að því að draga úr vistspori, stuðla að því að við nýtum betur það sem við höfum, hvötum og fjárfestingu í rannsóknum og þróun til þess að skapa ný tækifæri. Og þarna nefnilega, þó að við höfum ekki samstillt okkur neitt við Róbert, endum við nefnilega á sama punkti. Þetta er alveg rosalega mikilvægt að skapa grundvöll fyrir meira samstarf milli rannsóknarsamfélagsins á Íslandi og fyrirtækjanna. Ég veit ekki af hverju þetta hefur ekki þróast betur en raun ber vitni, en það er alveg ljóst að það er fáránlega lágu upphæðir sem fara inn í opinbera sjóði til þess að styðja samstarf háskóla og iðnaðar hafa ekki hjálpað til. Háskóli Íslands, svo ég taki bara dæmi þaðan, einhver verst fjármagnaði háskóli á Norðurlöndum, verst fjármagnaði háskóli innan OECD meiri segja, og alveg örugglega verst fjármagnaði háskóli með sambærilegt orðspor. Geta hans til þess að helga sig verkefnum sem að ríkið styður ekki eða eru studdar með rannsóknarfé utan í frá mjög takmörkuð. Það er að segja, hann fer þangað sem peningarnir eru. Ef eru engi peningar, þá þetta bara mjög erfitt. Og þessu þarf að breyta, og ég í sjálfu sér í eðlinu sammála Róbert að ég held að menn ætti að skoða það að fjárfesta hluta af hagnaðinum af skynsamlegri nýtingu fiskveiðiauðlindanna í einmitt slík verkefni sama svo sem hvernig við stöndum að því. Þannig að ég ætla bara að enda á því að segja, í lífhagkerfinu búa stærstu tækifæri Íslands til að stuðla að sjálfbærri þróun. Takk fyrir. Þakka Daða kærlega fyrir, þess að við hæfum bara að leyfa þessari glæru að lifa hérna í kaffitímanum. Það tíminn fyrir að minnsta kosti eina spurningu. Ég sé að það komin upp hönd hér. Já, takk fyrir erindið. Ég má til. Ég heiti Arnljótur Bjarki og starfa hjá Matís og ég verð bara að spyrja þig, Daði. Hvaða tækifæri sér þú til verðmætasköpunar í lífhagkerfinu með sameiningu Matís og háskólana sem Sveinn sér ekki? Við Sveinn erum að vísu mjög góðir kollegar og góðir samstarfsmenn og samstarf okkar við Matís algjörlega hnökralaust. Meira sér það þannig að Matís rekur eina af deildum háskólans meira og minna með sínu fólki og í sínu húsnæði, þannig að það gæti nú bara ekki verið nánara. En ég held að fjarlægðin óheppileg og það nú kannski hættan í minni fræðigrein að við erum mjög mikið fyrir það sko að segja, já það sem þú þarft rétti ramminn, en ég get ekki sagt þér nákvæmlega hvað mun sprett upp honum, ég bara segja þér að sko ef þú hefur rétta ramman þá sprittu meira en þú ert með ranga ramman. Og ég held það að taka okkar litla stofnanaumhverfi og splitta því upp og setja eina stofnun í Hafnarfjörð og aðra í Grafarholtið og þá þriðju einhvers staðar annar staðar, hindrar allt þetta ófyrirséða, óformlega samstarf sem að skapar tækifærin sem við vissum ekki einu sinni að væri til. Þegar að, þið vitið, líffræðingurinn, hagfræðingurinn og matvælafræðingurinn hittust óvart á kaffistofuna og þetta ekki upphafða brandara heldur að einhver alveg frábærlega merkilegu sem að við vitum ekki hvað er. Það er það sem að ég sakna mest. Af því að ég finna þegar ég að vinna með ykkur að þá fæ ég nýja sýn á tækifæri og atvinnugreinina og það sem við getum gert. Og meðan að við höfum splittað þessu svona öllu sundur að þá minna það. Hér ekki tækifæri til að taka þetta bara siglu fyrir, Róbert? Það ekki bara? Nei. Nei, ok, þessi. Eru fleiri spurningar? Herðu, þá þakka ég kærlega fyrir Daði. Og það nálgast kaffitíma og það vill nú svo vel til, kannski þeim anda sem að Daði endaði hérna á, að hér ekki bara verið að tala fræðin, heldur líka verið að gefa fólki að smakka á fræðunum og því sem hægt að gera úr hlíðar eða aukarhráefnum. Davíð hérna frá Kollland, hann bara bíður eftir ykkur hérna frammi, bara rétt við dyrnar
og ætlar að gefa ykkur að smakka ábyggilega eitthvað með kollagen út í. Jafnframt dýrakotsnammi með bás hérna, Foss Distillery, Ice Protein, Pure Natura, Verandi, Samrækt og Emson sveppir. Og margt af þessu hægt að smakka, kannski ekki allt, en það verður hins vegar fjallað aukaafurðir dýra og reglugerðir á mannamáli hérna strax eftir kaffi af hálfu Matvælastofnunar. Og það það ástæða til að velta fyrir sér hvað það sem við getum smakkað og prófa að smakka og koma svo tilbaka og velta því fyrir okkur hvernig þurfum við að horfa á svona reglugerðaumhverfið. En við komum tilbaka klukkan 11 og förum í þann hluta. Gjörðu svo vel.